Komið þið sæl. Við byrjum hérna á að líta á gervitunglamynd sem var tekin hérna 21 mínútu yfir 1 í dag og sjáum hversu bjart hérna yfir austasta hluta landsins og enda fór hiti þar í rúmlega 17 gráður á Egilsstaðaflugvelli, 17,3 og var hæsti hiti dagsins. En þetta svo sem viðbúið og á morgun gæti orðið 1-2 gráður hlýrra en var í dag ef allt gengur eftir. En á stóra yfirlitskortinu okkar þá þetta svona svipað og verið hefur núna síðustu daga. Lægðin situr föst hérna suður í hafi, hæðin komin hérna aðeins suður að Shetlandseyjum og að renna inn á Norðursjó. En á öðru leyti eru breytingarnar algjörlega minniháttar hjá okkur. Vindáttin suðlæg, þannig að þetta bara svona sami pakkin. Ef eitthvað þá kannski ívið hlýrra loft meiri að komast til okkar á morgun heldur en var í dag og liturinn svona yfir landinu heldur rauðari, sérstaklega austasta hluta landsins. En að öðru leyti þetta mjög svipað og verið hefur undanfarið og það ágætlega hlýtt og við sjáum kannski hvernig blái liturinn svona sækir að og að sækjast aðeins svona nánast að vera búin að þekja Noreg og komin inn á Danmörku að auki en var aðeins austar í gær. Þróunin þá hjá okkur hins vegar í kvöld, nótt og í fyrramálið að þetta svona svipað og verið hefur, það koma svona bakkar, þessi virðist ætla að fara aðeins norðar og við kannski hérna á suðvesturhorninu sleppum lítið betur en við höfum gert eins og það rigndi svolítið hjá okkur í dag. En hérna á norðaustur og austurlandi verður klárlega besta veðrið, en það verður svo sem einhver ský kannski á stangli en lítið af lágskýjum allavega, þannig að það ætti að vera nú býsna gott. Þannig hádegi á morgun gæti staðan verið þessu lík, svona 7-15 stiga hiti, nokkuð víða hádegisbil. En svo hlýna líklega aðeins meira hérna þar sem sólar nýtur, þannig að við gætum farið þá í svona 16-18 stig. Þannig kannski hæp ef við náum 20 gráðunum á morgun, en það þó aldrei að vita. Þróunin síðan áfram þá yfir til þriðjudags, en þetta eins og sjáu, þetta bara sama, það úrkoman bundin hérna við vestanvert landið, svona engum, það koma bletti svona hér og þar en ná lítið inn á land. En hins vegar dregur svolítið úr mesta hitanum, það kemur andar hérna á hafi á Héraði til dæmis, þannig að þeir mun líklega finna mest fyrir breytingunni allavega á morgun. En að öðru leyti verður þetta svona svipa hérna sunnan á Vesturlands, svona 5-8, 9 og upp í 10 stig. Og síðan ef við horfum þá þróun yfir til miðvikudags, þá verður svolítil breyting, það kemur hérna nokkuð væn skil hérna inn, vindáttin verður svolítið suðlægari, þannig að á miðvikudaginn þá mun nú rigna ofurlítið meir heldur en hefur gert dagana á undan, þá sérstaklega hérna á vestanverðu það mun ná eitthvað hérna á austur með þegar líður á, en þetta hefur hins vegar í för með sér að það hlýnar aftur á norðaustur og austurlandi, en hitastigið hérna annars verður á bara mjög áþekkum slóðum og verið hefur. Á fimmtudaginn þá útlit fyrir að vindáttin verði frekar hæg, það norðanátt hérna norðan við landi sem að svona virðist ætla að gera sig örlítið gildandi allra nyrst á Annesjum en nær lítið inn á land að öðru leyti og hér erum við með smá lægðadrag vestan við land sem gefur okkur svona vindátt eftir því hvernig lægðin snýr vindinum í kringu sig, en þetta hvergi mikill vindur og né mjög mikil úrkoma, þannig þetta svona ágætasta mál. Svo útlit fyrir á föstudaginn hins vegar þá fari nú að kólna meira hjá okkur og verði svalara veður yfir helgina. En í Skandinavíu þá hæðin sem ræður ríkjum hér og tegir sig alveg yfir Bretlandseyjar og lengra hérna suður í álfuna og þar bjart og fallegt veður. En allra austast hins vegar, þar svolítið úrkomusamara og það liggur hérna norðanstrengur hérna niður og við sjáum hita hérna alveg niður undir Tyrkland og þangað þar sem nú ekki nema kannski svona 7 og upp í 10 stig. Það nú frekar lítið og svalt en það þó mun skárra eftir því sem vestar dregur í álfunni eins og við sjáum. Og Íberíuskaginn virðist nú loksins vera orðin sæmilega þurr, þá hitinn svona og yfir 20 stig býsna víða. En ef við förum svo til Kanari þá það fínasta veður, sólríkt og hlýtt og hitinn víðast hvar ef ekki allstaðar einhverja nokkra gráðum fyrir ofan 20. Í Ameríku síðan þá þessi skil búin að færa sig ennþá austar og það eiginlega lítið eftir af hlýjaloftinu, það allt hérna austan við, þannig það frekar svalt hérna niður eftir en bjart og hlýtt hins vegar í suðvesturríkjunum, þannig það bara hið besta veður. En við skulum láta þetta gott heita í dag, verið þið sæl.